Já, góðir áhorfendur og hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi. Við höldum áfram að reyna átt okkur á þessum tímum sem við lifum og til þess að glögga okkur á því hef ég fengið hingað 5 gestir sem að ég sé núna eru allt saman konur. Það eru hér við borðið Hjördís Þóra Sigurðardóttir, hún formaður AFLs starfsgreinafélags sem stórt stéttarfélag á Austurlandi fyrir þá sem ekki það vita. Drífa Snædal, hún forseti Alþýðusambandsins og Sonja Þorbjörnsdóttir formaður BSRB og svo eru þingkonurnar Oddný Harðardóttir og Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Velkomnar allar. Það sem að mér langar til þess að byrja á því að reyna að við glöggum okkur á svona að þegar við erum búin að vita það að við erum í faraldri sem leiðir til efnahagslægðar og jafnvel kreppu og við erum einhvers staðar í upphafi kreppu. Hún byrjuð en kannski ekki að fullu komin fram og við vitum að hún á eftir að harðna, hún á eftir að koma verð við þá sem hún býtur nú þegar og hún eftir að býta fleiri. Og mér langar kannski að byrja að tóka hvort við getum svona greint að svona hver staðan bara akkurat núna, ef ég má byrja að spyrja þig Drífa, hverja býtur kreppan? Hvað hafa stjórnvöld gert til þess að milda það? Hafa ykkur hópar orðið eftir út undan? Einhverjir svona í náðinni hjá stjórnvöldum, þannig að þeir að fara vel út úr þessu? Ég veit ekki, hverja kreppan að býta? Já, takk fyrir það. Þetta náttúrulega mjög sérstök kreppa allavega upphafið að henni, mjög ótípist. Þar sem hún kemur mjög misjafnlega niður á fólki. Það eru sumir sem hafa það betra heldur en áður. Heimili sem eru ekki að fara til útlanda og hafa betri kaupmátt heldur en áður. Síðan það ákveðnir hópar og það mjög einkennandi fyrir þessa kreppu og hún kemur mjög mismunandi niður á hópum. Það gríðarlegt atvinnuleysi meðal fólks af erlendum uppruna og líka atvinnuleysi meðal ungs fólks. Hvar skörunin á milli þessa vitum við ekki hvort þetta ungt fólk sem af erlendum uppruna eða hvað. En það sem þessi kreppa afhjúpar svo óbóðslega hressilega fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni og flestum öðrum, það jaðarinn á vinnumarkaðnum. Þeir hópar sem hafa verið á jaðrinum hafa ekki verið með föst ráðningarsambönd jafnvel, verið í gerviverktöku, fólk sem ekki búið að byggja sér upp réttindi til atvinnuleysistrygginga eða eitthvað slíkt, búið að vera hérna farandverka fólk sem við höfum treyst á fyrir okkar lífsgæði síðustu árin, sem hefur komið hérna til að leggja hönd að plóga því við höfum ekki verið með mannafla í það sjálf. Og þannig að þetta afhjúpar það mjög hressilega okkar veikleika á vinnumarkaðnum. Og það eru þessir hópar sem eru hérna á jaðrunum sem fara verst út úr þessu. Það 20% atvinnuleysi. Og kannski líka það sem hefur verið kallað svona harkhagkerfi, fólk sem í svona verktöku inn og út úr listageirin og mikið af kannski yngra fólki hérna í Reykjavík sem hefur bara ekki komist inn á formlega vinnumarkað og nýtur þar ekki sömu réttinda og verndar eins og kannski eldra fólk eða við erum vön á að skynja vinnumarkaðinn eins og hann var kannski fyrir 20-30 árum. Já, og það sem maður áttaði sig á líka í þessu þegar maður einhvern veginn að greina tölurnar sem eru ekkert alltaf alveg handbærar hvað afþreyingariðnaðurinn var orðinn gríðarlega stór hérna á Íslandi. Allt tæknifólki í afþreyingariðnaðinum og allt þetta svona umgjörðin utan ferðaþjónustuna. Þetta allt fólk sem meira minna verktakar og eða gerviverktakar, ekki í föstu ráðningarsamböndum og það fólk náttúrulega fór bara fyrst, beint á atvinnuleysisbætur. Fær ekki reikningana greidda sem við vorum búin að skrifa út og bara í töluvert erfiðum málum. Þannig að þetta segir okkur það að ef við ætlum að fara að byggja upp heilbrigða vinnumarkað þá verðum við að vera miklu aggressívari í því að formgera ráðningarsambönd að þau séu styrt og að það sé farið eftir reglunum. Af því að það sem gerist í góðæri að fólk heldur að það verði að eilífu og ekki hvorki fyrirtæki eigendur né starfsfólk nægilega framsýn. Og síðan erum við líka í því að þau úrræði sem stjórnvöld hafa verið með og kannski hlutabótaúrræði sem það sem hefur reynst best og við sáum það síðustu mánaðamót þegar við héldum að yrði mjög miklar uppsagnir
að það var mjög mikil aukning á hlutabótaleiðinni en ekki uppsögnunum. Sem segir okkur það að hlutabótaleiðin að virka og hún ennþá að virka. Þannig að það var nú kannski það skynsamlegasta sem hægt var að gera. En þau úrræði ganga öll út frá því að fólk sé í ráðningarsambandi. Að það sé sko atvinnurekandi og það sé launamanneskja og það á milli sé ráðningarsamband og þannig hægt að sko stíga inn í það með aðstoð. Hins vegar þeir sem eru í harkhagkerfinu að þeir eru náttúrulega ekki í ráðningarsambandi og þá einhvern veginn ekki hægt að byggja aðstoðun á því. En það sem náttúrulega, sko, við erum náttúrulega búin að tala okkur mjög hás það hvað þarf að gera sem það besta sem hægt að gera. Það að þessi kerfi sem eru þráttur allt búin að byggja upp, atvinnuleysistryggingakerfið, að það virki þá til þess að grípa fólk í þessum aðstæðum. Og þá erum við að tala að það sé ekki bara til þess að rétt eiga fyrir salt í grautinn, heldur að það sé eitthvað sem mæti kröfum lífsstandard og bæði að lengja í tekjutengt tímabilinu sem var reynda gert, en líka að hækka bara grunnbætur og síðan þá mjög aðkallandi að lengja í atvinnubóta tímabilinu sjálfu. Af því það einhverja hópa núna að detta út á atvinnuleysisbótum og hvað tekur þá við? Jú, framfærsla sveitarfélaga. Og ég veit ekkert hvort það meira leggjandi á sveitarfélagi. Jú, ég veit það ekki meira leggjandi á sveitarfélagi en okkur að núna, eins og við vitum. Þannig að það nú það sem mest aðkallandi okkur að núna. Og svo mikið áfall að falla á framfærslu sveitarfélagana sem ég held að sé 160 krónur í Reykjavík og það minna í nágranna sveitarfélagum, þannig að það bara ekki fræðilegur möguleiki á að lifa af því. En Hjördís, má ég spyrja þig að því að stundum eru kreppur sem eru bara á höfuðborgarsvæðinu og fara ekki út á land. Þú ert á Austurlandi þar sem kannski hlutfall ferðaþjónustunnar hefur verið svona minna en á Suðurlandi eða Suðurnesjum og annars staðar. Komin kreppa austur fyrir því? Já, okkar svæði það reyndar skiptir svolítið í tvennt og Hornafjarðarsvæðið sem þá öll Sýslan, að það mjög mikil ferðaþjónusta. Margir smáir aðilar í ferðaþjónustu og hér vestur allar sveitir, mjög mikil ferðaþjónusta, þannig að já, það mikið atvinnuleysi á þessu svæði suður frá, ég bý á Höfn sem sagt. Staðan aðeins öðruvísi við horfum norður með og svæðið okkar skiptir svolítið í tvennt varðandi atvinnuleysið. Sérðu á hverjum þetta bitnar fyrst? Þetta ungt fólk, innflytjendur, konur? Já, það náttúrulega bara svolítið loðið við ferðaþjónustuna. Það mjög margir erlendi starfsmenn sem þar starfa, ungt fólk og líka og það nú einhvern veginn þannig að það náttúrulega bara svona raungerast í okkar huga núna að fólk sem kemur hér erlendis frá til að starfa, við lítum fyrst og fremst á það sem vinnuafl og það virðist bara einhvern veginn, þegar vinnan búin þá bara ok, bæ, sko, takk fyrir og valla það, en því miður. En ég held að við þurfum að fara að horfa öðruvísi á þessar aðstæður og já, það eru margir erlendir og atvinnulausir á Suðursvæðinu og síðan auðvitað bara þetta sem að svona tengist þessari þjónustu, það auðvitað bara að færa fólk á ferðinni og allt sem því tengist. En síðan erum við auðvitað með atvinnugreinar það sem að þetta ástand hefur minni áhrif á. Auðvitað hefur þessar takmarkanir sem í gildi núna áhrif á fyrirtækin og þau aðlaga sig að því eftir bestu getu. Nú við höfum líka verið heppin með það að faraldurinn hefur ekki stungið sér niður á okkar svæði að neinu ráði. Þannig að við höfum verið svona nokkuð laus við hann fram að þessu og ég auðvitað vona að það svo verði áfram. Þú nefnir hann að svona umgengnin erlent vinnuafl að svona það sem nýtt á með það og svo þegar það kemur svona vandræði að þá séu ekki kannski gripið. Ég heyrði því haldið fram í morgun að raunverulega mætti lesa þá stefnu út úr svona kerfinu, stjórnvöldum eða atvinnuleysisbótakerfi, að það væri eins og fólk væri bara vonast þess að fólk færi heim.
Það væri raunverulega ekki verið að bjóða því eitthvað stuðning sem væri mannsæmandi og það væri eins og kerfið væri með þessi skilaboð að það væri eiginlega best ef þú væri frá Póllandi eða Litáen eða Rúmeníu að þú bara færi heim. Finnst þér þetta sterkt á orði kveðið eða er ekki sannleikskorn í þessu? Ég held að þetta sé nákvæmlega það sem hérna við erum að upplifa og ef við til dæmis horfum nú á það að því við erum að tala atvinnuleysisbæturnar og hérna það umhverfi allt saman að hérna það er ekki þú þarft að kunna íslensku til að sækja þær, það er ekki boðið upp á það að sækja atvinnuleysisbætur og erlendu tungumálum, það er ekki svona Google þar inni og það fylgir því þegar þú sækir atvinnuleysisbætur og þú sækir starf í leiðinni og þú þarft að velja þér störf, fyrsti valkostur, annar og þriðji og þar býðst þér að velja úr töflu í, heitir það ekki ístart eða eitthvað svoleiðis með, fleiri 1000 störfum, þannig en að ég get ekki ímynda mér hvernig það er að finna þá valkosti í þessu umhverfi fyrir þá sem ekki tala tungumálið. En það er næstu ómúlegt fyrir þann sem ekki tala tungumálið og er bara tiltrúlega sleipur í því að sækja atvinnuleysisbætur. Ég held að það er mjög erfitt og það er meira að segja, held ég, vefst fyrir okkur sem tölum tungumálið líka. Herðu, Oddný, má ég spyrja þig að því að ef við leggjum þetta tvennt saman að þá er þetta, ég ætla ekki að hleypa alveg strax í að gagnrýna stjórnvöld, ég veit að heit líkominn á landsfundi og vill skamma stjórnvöld. Það er aðeins að velta upp hvort að þetta sé kannski að komi fram raunverulega synd okkar allra að vinnumarkaðurinn hefur breyst gríðarlega mikið og við svo sem við vita það að verktakavinna er miklu meiri starfsmannaleigur og miklu meiri fjöldi sem að kemur hér í svona farandverkavinnu, mikið fleiri innflytjendur. Svo kemur svona áfall og þá kemur í ljós að öryggisnetin okkar sem er að grípa fólk eru bara sniðin að allt öðrum raunveruleika. Er ekki einhver sem að hefur sofið á verðinum, annarkvort þingmenn eða verkalýðshreyfingin að gera kröfur það að þegar áfalli kemur þá kemur í ljós og það er bara misgengi í því hvernig vinnumarkaðurinn var samansettur og hver staða fólks var og svo öryggisnetin sem eiga að grípa fólk. Já, og þetta er alveg hárrétt en við sem höfum verið í norrænu samstarfi undanfarin ár og unnið með norrænum verkalýðshreyfingum þá hafa jafnaðarmenn og norrænar verkalýðshreyfingar verið einmitt að benda á akkúrat þetta, að þetta sé ekki heilbrigður vinnumarkaður og þarna þegar að illa færi þá standi fólk eftir berskjaldað og haft uppi varnaðarorð einmitt gerviverktöku og svo fylgir þessu náttúrulega svika vinnumarkaði líka og launaþjófnaður því miður en samt sem áður höfum við lent í þessum aðstæðum núna og ég vona bara eins og Drífa þegar hún er að benda hér á að vinnumarkaðurinn þurfi að vera heilbrigðari í framtíðinni að verkalýðsfélögin og bara fólkið í landinu og stjórnmálamenn leggist á árarnar við þá breytum þeim lögum sem að þarf að breyta og við styrkjum verkalýðsfélögin og meðvitund launafólks. Þetta er bara mjög mikilvægt atriði. En mér langar samt að segja, því þú varst að ræða hér innflytjendur og vinnuafl, að það hefur orðið mikil fjölgun á Suðurnesjum eins og þið þekkið og hér eru 25% íbúa innflytjendur. Og það þýðir að við þurfum að vera með öðruvísi þjónustu. Því að þegar að fjölbreytileikinn er svona mikill þá þurfum við náttúrulega að deyja okkur í allar áttir og það er líka dýrara. Þannig að við höfum svolítið verið að benda á það hér á Suðurnesjum að það er auðvitað þurfum við og ég gerir ráð fyrir að þú vilji ræða hér atvinnuleysistryggingar og eftir og ég hef ýmislegt þær að segja og tillögurnar sem við höfum lagt fyrir Alþingi við í Samfylkingunni. En það er líka bara þjónustan, til dæmis heilbrigðisþjónustan. Á heilsugæslustöðinni hér á Suðurnesjum er túlkaþjónusta mjög dýr sem að aðrar heilsugæslustöðvar þurfa ekki að greiða kostnað fyrir og það er ýmislegt svona sem við þurfum að taka tillit til. En svo segir fólk með líka sem að þarf á að túlkaþjónustu að halda bæði í réttarkerfinu og í heilbrigðiskerfinu. Skólakerfinu. Skólakerfinu. Það oft þau bara þótt þetta eigi að vera í boði, þá er þetta ekki í boði vegna þess að bara vanta túlka, þeir eru bara löngu uppseltir. Það er möguleikið þú fáir aðgengi að túlka eftir nokkra vikur.
Þú veist, það ekki alltaf þannig að þú getur gripið í túlk þegar á þarf að halda, það bara langt í frá. Þess vegna þyrfti, þú veist, eitt af aðgerðum sem við hefum verið að kalla eftir og auðvitað fleiri einmitt að stjórnvöld noti tækifæri núna til þess að bjóða innflytjendum upp á að styrkja stöðu sína í íslensku samfélagi með tungumálanámi. Sumir vilja frekar læra ensku að þeir eru vinni í ferðaþjónustu og nota ensku meira. En það þarf líka að bjóða upp á íslensku kennslu og bara bjóða þeim upp á að færa sig til á þessu vinnumarkaði sem verður örugglega breyttur eftir að bóluefnið er komið. Þó að ferðaþjónustan muni auðvitað rétt úr kútnum á einhverju leyti, þá mun það taka tíma og við þurfum líka að setja fleiri egg í körfuna, sko. Þannig að það þarf bæði að auðvitað teygja sig til allra sem að hafa mist vinnuna og hjálpa þeim til að styrkja stöðu sína og að gera þau sveigjanlegri til þess að takast á við breyttar aðstæður, en ekki síst innflytjendur og ungt fólk. Já, bæði hjá þér og Drífu má heyra það að stundum þessi kreppi svona að fólk að bíða eftir að COVID búið og þá stundum það eins og að koma bara sami veruleikin aftur, en þið eru eiginlega báðar að segja að það sé ekki endilega æskilegt því að vinnumarkaður sem var þá hafi verið skakkur og skeldur og ekki eftir svona verið að byggja hann upp aftur eins og hann var. En fréttirnar sem komu í dag bóluefnið, það vekur von í brjósti margra. Og ég bara, þeir Suðurnesjamenn sem ég hef talað við í dag, það er alltaf fyrst á dagskrá, heyrðu það að koma bóluefni, þetta nú allt að koma. Og endar við með 2000 manna vinnustað sem er eins og Draugaborg upp á velli. Ég sá það einhvers staðar að í gær var engin flugvél sem að kom frá útlöndum til Keflavíkur. Sá það einhverju bent á það. Það var engin vél. Nei, en auðvitað mun þó að allt fari ekki í gang bara 1-10 nákvæmlega eins og var hér áður en faraldurinn kom, að þá mun leið og alþjóðaflugvöllurinn lifnar við, þá mun ástandi batna fyrst hér hjá okkur, það versnaði fyrst hjá okkur, það mun örugglega batna líka fyrst hjá okkur og færa síðan hægt og rólega yfir landið. Rósa, stjórnvöld eru alltaf að reyna að mæta kreppunni. Dæmi sem að hér hafi komið fram það sé til fólk sem að getur umverulega ekki sótt atvinnuleysisbætur. Veit ekki hvað hann er stór, ég man eftir því það er ekki svo langt síðan að það kom fram í einhverjum tölum að fjöldi innflytjenda sem að hvorki voru í vinnu eða skóla var óvenju stór. Og það var svona spurningar í umræðinni, hvernig stendur á þessu, er þetta eitthvað tínt fólk? Manneskja sem var að vera að lýsa hérna áðan sem getur ekki sótt atvinnuleysisbætur í Höfn í Hornafirði myndi falla inn í þetta. Hvað eru stjórnvöld og þið á þinginu góð í því að glögga ykkur á því hver staða þeirra sem eru í verstu stöðunni? Það er oft hætt á því að við tölum alltaf í svona einhverjum heildum og svona, en eru stjórnvöld mjög klók á því að finna það út á hverjum kreppan raunverulega að bitna harðast og hver í mestum vanda? Nei, mér hefur nú ekki þótt það vegna þess að bæði rannsóknarkannanir og tölur hafa sýnt fram á það að þessir 3 hópar sem að þessi kreppa núna að bitna mest á. Það eru tekjulægstu hóparnir, það er fólk af erlendum uppruna og tekjulægstu hóparnir eru konur og fólk af erlendum uppruna og ungt fólk. Og allir þessir hópar eru þannig að það verður að grípa strax til markvissra aðgerða til þess að koma í veg fyrir áframhaldandi og langvarandi atvinnuleysi í þessum hópum. Það eru hreinlega skaðlegt fyrir íslenskt samfélag ef að áframhaldandi 18% atvinnuleysi í aldurshópnum 16-24 ára heldur áfram bara viðhaldast og gerjast áfram og sömuleiðis þá finnst mér líka eins og þú varst að vitna í Gunnar Smári ef að það er svona kannski hjá ákveðnum raddir sem heyrir það já að fólk á erlendum uppruna sem hér hafa verið að manna þjónustustörf og störf í ferðaþjónustu að það nú bara fara nú að drífa sig heim eða hvernig sem það er. Ég bara vara við svoleiðis orðræðu hvaðan sem hún kemur vegna þess að þetta er fólk sem hefur verið að búa sér til líf hér á Íslandi með börnin sinni. Ég var að vitna í upplifun þessa fólks af kerfinu að þetta væri skilaboðin sem að það læsi út úr þessu. Og þessin er ótrúlega alvarleg ábending sem að Hjördís Þóra að benda á hérna að aðgangur þessa fólks að bótakerfinu og réttindum sínum ekki tryggður.
og það eitthvað sem við á þinginu hljótum að geta gert betur í. En það líka svolítið eins og þið eru búin að vera að ræða hérna, það gerist náttúrulega líka í kreppum og í svona sko, heimsfaraldri eins og við höfum verið upplegað og höfum aldrei, enginn okkur hefur upplegað áður, heimsfaraldur. Það koma svo bersýnilega ljós gallar samfélagana og það svo afhjúpandi hvað gallar samfélagin hafa upp á eða bara innibera, bara eins og við sjáum í Bandaríkjunum og sömuleiðis þessi ójafni aðgangur fólks að réttindum sínum og hvaða hópar þetta eru sem eru að koma verst út úr þessari kreppu. Ég meina, ASÍ hefur verið að gera mjög góðar skýrslur og úttektir með sérfræðingahóp sem að skila af sér mjög fínni vinnu sem að bendi mitt á þessa hópa, en sömuleiðis störfuna fyrir svæðisbundnar aðgerðir á Suðurnesjunum og Suðurlandi sem hafa náttúrulega verið með mjög einsleit atvinnustarfsemi. Ég tek undir það sem að þið eru að segja hérna með þennan einsleita atvinnumarkað. Ég meina við erum enn og aftur að býta í nálinu úr því sko að bjóða hér upp á einsleitar lausnir. Og þess vegna mjög mikilvægt fyrir okkur að koma fram með lausnir út úr þessari kreppu með þessum fjölbreyttastum hætti. En okkur virðist alltaf einhvern veginn á Ísland takast verri en öðrum að bjóða upp á fjölbreyttari lausnir þegar kemur að atvinnumálunum. En það Rósa, hvar umræðinu þetta? Því að þetta svona, við eigum ekki að fara back to normal vegna þess að normalið var ekki normal eða einhvern veginn hvernig að orða það. Og svo fólk að ræða þetta, við þurfum að gera eitthvað nýtt og það var alltaf einæft og eitthvað fleira. Mér finnst svona stjórnmálumræða að vera meira og minna í svolítið stórum myndum að við eigum ekki að gera þetta. Ég sé ekki að menn sé að kasta á milli sín svona lausnum það hvað þetta að gera, hvernig þetta bregðast við í dag, hvernig á þá atvinnulífið á Suðurnesjum að vera ef það á ekki að keyra bara á þessum eina flugvelli. Nei, og við höfum náttúrulega séð stórkallalega lausnir borðnar á borð eins og bara aðstæða fyrir herinn í Helguvík og svo framvegis, það bara redda öllu og viðkomandi þingmenn tala náttúrulega ekki þá raun sem að býður fólk sem að býður hérna 200 manns eftir matargjöf á virkum dögum. Ég sé að bæði ASÍ hafa náttúrulega verið að koma fram með lausnir, fjölbreyttari lausnir og minna á í leiðinni á stóra verkefni okkar líka sem þetta hliðar við þennan heimsfaraldur og það eru loftslagsmálin og Samfylkingin hefur náttúrulega líka verið þar með sínu leiðum og hafa verið að kynna það fyrir sinn landsfund. Þannig að það eru raddir og öfl hér í samfélaginu sem hafa verið að kalla eftir fjölbreyttari lausnum þegar kemur að því að bregðast við þessu, af því að það líka staðreynd að fyrstu viðbrögð ríkisstjórnar voru einmitt skattafsláttur fyrir hlutabréfakaup, skattafsláttur fyrir þá sem að hafa það betra en aðrir. En það ekki hópurinn sem á að vera í forgangi. Hópurinn sem í forgangi náttúrulega að vera þau sem eru í viðkvæmastri stöðu. Og til að mynda ályktu miðstjórnar ASÍ líka, ég tek undir hana þegar að taka undir kröfur Öryrkjabandalags Íslands. Það algjörlega nauðsynlegt að taka undir þær kröfur, annars erum við að búa til ennþá dýpri og ennþá varanlegri fátæktargildrur hér. Það einmitt það sem við þurfum að verja og ég meina það reynslu okkar hlýtur að kenna okkur eitthvað þar. En konur og hérna því hér nú flottar konur í forystu fyrir verkalýðshreyfinguna sem ég alveg ótrúlega stolt af og ég held að það kom okkur mjög til góða að hafa svona öfluga konur í forystu hér þegar við erum að glíma við það að einn af þessum hópum sem í hættu á því að koma verst út úr þessu eru konur. Gleymið ekki heldur, það eru konur sem hafa verið að fjölga inn á örorku síðustu árin og það eru gríðarleg fjölgun í hópi kvenna sem hafa verið að fara fyrir aldur fram á örorku vegna kulnunar, vegna álags, vegna umönnunar og svo framvegis. Þetta bætist við síðan að þá staðreynd að konur eru í hópi þeirra sem munu fara verst út úr þessari kreppu nú. Þetta náttúrulega þarf að koma í veg fyrir með öllu ráðum. Sonja, Rósa endar á baráttumáli ykkar í BSRB styttingu vinnuvikunar og fyrirbyggja kulnun og vinnuþrælkun. Ég ætla ekki að spyrja það, því að við þekkjum þá baráttu ykkar. Ég ætla að spyrja þig spurningar sem að kannski Árni hefði reiknað með að fá, að eina tillögum Samfylkingarinnar er að hækka atvinnuleysisbætur, hækka örorkubætur,
hækka þessar lægstu bætur í samfélaginu og ég held að þau fara alveg út í lægstu laun að hækka þau líka sem efnahagsaðgerð til þess að örva hagkerfið. Að það sé best að dæla peningunum inn til þeirra sem að hafa minnst því að það fólk mun eyða því fyrst og ekki leggja undir koddann eða spara það, heldur fara með það í nærumhverfið sitt og örva það. Þetta bara þekkt laust út allan heim og hefur notið mikils fylgi út allan heim en ekki alveg náð eyrum stjórnvalda hér. Er þetta tillaga og laust sem að verkalýðshreyfingin geti tekið undir? Nei, nú ég heyri ekki, Sonja. Sonja, þetta þykir alltaf mjög spennandi í svona sjónvarpi þegar eru tæknilegar bilanir. Hvað segir þú núna, Sonja? Tekur þetta núna? Mjög gott. Ok, afsakið þetta. Hann er bara dáið eða sofnað. Þú ert að tala tillögur BSRB. Þetta er hluti af því sem við lögðum fyrir stjórnvöld bara í mars-apríl. Þannig að Samfylkingin hefur tekið upp tillögur BSRB. Já, það er spurning hver var undan, en allar góðar hugmyndir eru vel þegnar. En það er líka mjög mikilvægt að það séu margir að benda á þetta sama, því að eins og þú komið inn á að þá er þetta ekki bara okkar persónulegu skoðanir, þetta er líka alþjóðleg ráðgjöf, af því þetta er leiðin út úr kreppunni. Ég var að taka svona smá rúnt í gær af því að núna er verið að vinna tillögur að vinnumarkaðsaðgerðum og þá var ég svona að skoða hvað er verið að gera í öðrum löndum og það er umverulega alltaf verið að leggja áherslu á það sama að þetta verður aldrei samt atvinnuástandi fyrir að búin á tökum á veirunni og þá þarf að styðja við fólk á meðan þessu ástandi varir. Og það er mjög mikil áhersla einmitt lögð á konur sem búið að koma þó nokkuð inn á hérna og fólk sem er aðflutt og það er ótrúlega mikið vonbrigði af því að það er einmitt eins og Oddný benda á, það er búið að benda á til margar ára að bara svona smá hlutir af því að við erum ekkert að finna upp hjólið. Það eru margar aðrar þjóðir sem eru fjölmenningarsamfélög og hafa farið gegnum þetta ferli og eru svona að læra hvernig þú einhvern veginn nærð til þeirra sem að flytja til landsins og vilja búa þar og starfa og til dæmis tillögur svona one-stop site eða það er að segja heimasíða þar sem hún getur bara nálgast allar grunn upplýsingar. Að það eru til alls konar fyrirmyndir af því sem mætti taka upp og eru á bara nánast öllum mögulegum tungumálum. Þannig að eins og núna þegar að það kemur eitthvað svona upp á og fólk kannski ekki í þessum tengslum við atvinnurekanda og jafnvel þyrfti að fá annars konar upplýsingar og átta sig ekki eins og á því hvað stéttarfélag er eða og veit ekki hvort að segja greiða þangað að það þarf einhvern veginn fleiri leiðir til þess að ná til fólks. Þannig að það er svona eitt af því sem er miður að hafa ekki gerst og ég vona að sé einhvern veginn vera að taka betur utanum. Hver á að gera það? Við hafa forystu þetta. Nú borgar launafólk til ykkar 0,7% til þess að gæta hagsmuna þeirra. Er það hluti af því sem að innflytjendur borga? Sem að verkalýðshreyfingin verði bara aðallega sína starfsemi að þeirra þörfum? Því að við getum sagt það sama með ríkið að innflytjendurnir borga tekjuskatta og útsvar og fleira og eiga bara rétt á því að þjónusta sveitarfélag og ríkisins hendi þeim. Ég hef verið með reyndar konur líka sem eru innflytjendur á fyrstu og annarri kynslóð og við erum að tala saman svona samfélagi út frá sjónarhóli innflytjenda og þegar þær eru sem að koma hingað sem börn eru að lýsa íslenska skólakerfinu og hvernig er að koma inn í það mállaus að það er alveg hartbreyting að hlusta á það og hvað við stöndum okkur raunverulega illa og kannski að svo aðstoð sem er veitt, hún er svo veik og lítil að hún er eiginlega bara nafninu til. Þannig að það stendur á okkur víða og ég beinir þessu að verkalýðshreyfingunni. Verður hún ekki að aðalega sína þjónustu þannig að hún geti sinnt fjölbreytilegri hóp félagsmanna? Það er auðvitað það sem er verið að gera víðast hvar og auðvitað tengist það svolítið kannski stærð félagana og svona bólmagni þeirra og þar komum við kannski inn á annað sem að varðar svona sameiningu stéttarfélaga alveg eins og sveitarfélagana, það er þörf á því til þess að styrkja þjónustuna
Og þá náttúrulega verið fyrst og fremst horft til þess að sé verið að þýða yfir á ensku og pólsku á einhver leyti, en þá vitum við að það eru fjölmörg önnur tungumál sem að þyrfti að þýða yfir á. Það hefur hins vegar verið umræðinni að maður er allavega komin eitthvað áleiðis ef maður getur veitt upplýsingarnar á ensku, af því þá er auðveldar að nota Google Translate, þannig að mann leið aðeins betur þegar maður áttar sig á því að maður væri ekki alveg að fara að þýða allt yfir á 30 tungumál. En ég er hins vegar sammála að þetta má gera miklu betur í þeim efnum og kannski eins og það er yfirleitt eins og núna það er verið að þýða efni sem er nýtt, en það er ekki endilega búið að þýða sko allan grunninn, allar grunnupplýsingarnar. En þegar ég er að tala um one-stop site þá er ég að tala um hluti eins og þetta, bara heilbrigðisþjónustuna eða atvinnuleysisbæturnar og svo framvegis, þannig að þú nálgist á einu stað og ég hafði svolítið frekar séð það fyrir mér að það væri þróað af stjórnvöldum í samstarfi við okkur, þannig að þetta væri bara einhverju upplýsingar að ég þekki fólk sem er flutt erlendis og það fær bara miða inn lúguna, bara hérna er heimasíðan sem þú átt að heimsækja og það eru allar þína helstu upplýsingar og hérna getur þú skráð inn og skoðaður þín réttindi. Þannig að það er svona þetta sem ég hafði í huga. En mér langaði að hrósa þér fyrir þáttinn, svo varst að nefna, þetta voru bara konur af erlendum uppruna sem voru hérna í námi og starfi og því að ég lærði lögfræði og voru að hlusta þar hérna nokkra ræða það og þá fekk ég mig svolítið fyrir hjarta því ég man alveg eftir mér þó að ég hafi næstu því búið á Íslandi allar minn ævi, aðeins í Svíþjóð, að þá, ég meina ég var að læra nýtt tungumál. Þetta er allt öðruvísi orðfæri sem einhvern veginn verið að tileinka sér og ég fór strax að velta fyrir mér bara út frá oft þessari kvennasamstöðu sem kvennakrafti er ekki hægt að búa til einhvers konar tengslanit í kringu þetta. Þannig að þeir sem hafa þekkinguna hafa farið í gegnum þetta að þeir sé að bjóða fram aðstoð sína. Mér svona grassrót oft virka best í þessu. Ég nefnir það við þær. Þær eru að íhuga að stofna félag innflytjenda og ég skal nefna að það væri hægt að búa til svona bakvarðarsveit fyrir félag innflytjenda sem væri til í að veita þeim stuðning. Drífa, við erum svolítið að tala um innflytjendur og ég tók eftir því að svona þegar milli þess að maður var að fylgjast með kosningunum í Bandaríkjunum og mörguleita undra sig á góðri kosningu Trump þótt hann hafi tapað á Repúblikanaflokksins sem er svolítið ógnarlegt vegna þess að þarna er bara flokkur sem að keyrir á bara rasisma og kvenfyrirlitningu og bara í illum hug. Þá tók ég eftir því að þingmenn Miðflokksins skrifað bæði Sigmundur Davíð og Ólafur Ísleifsson innflytjendamál og við vitum það að þegar harðnar í dalnum að þá eru líkur til þess að átökin munið einhver leyti snúast það að það séu innflytjendur sem eru á bótum og innflytjendur sem að taka á okkur starfið. Nú eru innflytjendurnir, eins og hefur komið fram hér, að langstæðstum hluta ykkar félagar í verkalýðshreyfingunni. Er verkalýðshreyfingin, er það hennar hlutverk að verja hópinn fyrir mögulegum stjórnmálaumræðan fyrir að snúast það að þetta séu fólk sem að væri bara best að færa heim til sín eins og staðan núna. Er þetta líta á það sé meðal annars hlutverk verkalýðshreyfingarinnar af því að eins og ég er nefna mögulegt félag innflytjenda þá er náttúrulega félagsskapur þeirra og baráttutæki og svona varnarvirki mjög veikt til þess að verja sig í almennu umræðu. Já, það er náttúrulega meðal annars hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að verja lýðræði og mannréttindi og þetta er náttúrulega sannarlega mannréttindi. Og það er tvennt sem maður hefur áhyggjur af, einmitt þessu uppgangur þessa tón sem maður heyrir, að þeir sem við erum búin að njóta góðs af að koma hingað til Íslands síðustu ár, að þeir séu allt í orðnum baggi og byrðar og eigi ekki rétt á okkar kerfum eins og aðrir. En svo er líka mjög mikla áhyggjur af því að, eins og við verðum talað um að fólk af erlendum uppruna fá ekki tilhlýðilega aðstoð, fá ekki upplýsingar og við ákváðum að taka það á okkur hjá ASÍ að útbúa þessar upplýsingar á nokkrum tungumálum og erum í þeirri vinnu núna af því að Vinnumálastofnun var ekki að gera það og var ekki annar að gera það, þannig að við tókum svolítið boltan þar og erum á fullu í þeirri vinnu. Að það er komið svona upplifun hjá fólki af erlendum uppruna í hópum að þau séu afskipt að þau séu jaðarsett, þau fáist verri þjónustu, að það sé einhvern veginn svona upplifun að það sé verið að útiloka þau af kerfinu og það er líka gríðarlega hættuleg upplifun. Þannig að það er samfélagslega hættulegt bæði að láta það óáreitt að það verði einhver útlendingandúð en það er líka rosalega hættulegt að vera með stóra hópar sem upplifa sig jaðarsetta. Það er rosalegt
hlutverk hjá okkur sem við þurfum að sinna og einmitt eitthvað sko að því að við viljum líka tala atvinnusköpun, að nú eigum við að nota tækifærið og bæta þjónustuna, setja fólk til verka til þess að bæta þjónustuna, bæta samfélagið okkar, bæta upplýsingaöflun, fullt af fólki sem sko með fjölmörg tungumál og sem atvinnulaust og alveg örugglega til í að leggja hönd á plóg að bæta upplýsingamiðlun til fólks af erlendum uppruna og það eitt af því sem við getum gert bara í beinni atvinnusköpun að setja fólk til verka þar. En mér langar líka svolítið að tala atvinnusköpunna bara í heildinni og það hafa verið gerðar ákveðnar tilraunir til að spyrja bara fólk á atvinnuleysisskrá hvað viljið þið. Eitt af því sem kemur upp út úr þar meðal fólks af erlendum uppruna þau vilja fræðslu hvernig að stofna fyrirtæki á Íslandi. Sú fræðsla ekki til staðar fyrir fólk af erlendum uppruna á erlendum tungumálum og hugsið ykkur bara hvað það geti verið gott skref að fólk geti sannarlega fengið tækifæri til að nýta sína þekkingu bara til þess að stofna sko eitthvað lítið fyrirtæki til þess að nýta sína þekkingu. Og mikilvægt til endurreisnar því það eru margar kannanir víða heim sem að sýna það líkurnar á því að innflytjandi stofni fyrirtæki eitthvað sko 4- og 5-faldar á við innfædda. Þannig að ef það endursköpun í atvinnulífinu þá það langt líklegast að hún eigi sér stað meðal innflytjenda. Þannig að það eitt af stórum málunum sem við getum gert, það að bjóða upp á þessa fræðslu. Ég meina, ég get varla treyst mig til að stofna fyrirtæki hérna á Íslandi sko, í frumskóginu sem það Þannig að einhver handleiðsla og fræðsla þar skiptir rosalega máli og svo ég búin að vera óbærslega upptekið við það í dag hvernig við getum farið að fullvinna fiskin okkar hérna heima en ekki vera að flytja óunnin út. Það svona kannski fyrsta stopp sem við höfum að fara í til þess að tryggja störfi hérna heima. Það einhver 100 starfa sem við verðum af til dæmis. Þannig að sko það ýmislegt hægt að gera sem hægt að gera núna. Bæði að bara byggja nýta fólk sem á atvinnuleysskrá til þess að auka þekkingu í samfélaginu okkar og bæta okkar stofnana þjónustu og fullvinna fiskinn og síðan aðstoða fólk af erlendum uppruna að stofna fyrirtæki og síðan vil ég líka segja svolítið og það farið að verða hávar raddir það að nú þarf að umbuna fólki í framlínustörfum af því að það að lotum komið og við erum náttúrulega að fara að sigla inn í það að fólk bara get ekki meir og verði veikt og þá erum við að tala sko álagið bara á starfsfólki á leikskólum sem þarf sko að sækja krakkana við hliðið og þjónusta þá og síðan að skila þeim við hliðið. Þetta sko 1-2 stöðugildi í viðbót. Fólk sem að vinna á spítulunum sem þarf að skipta heilklæðnað og milli þess að snerti hvern einasta sjúkling. Og ég tek alveg heilsur undir það að það þarf sko að bæta fólki það upp með greiðslum, sérstöklum, álagsgreiðslum. En við megum heldur aldrei segja sko að við ætlum að draga úr vinnuvernd með álagsgreiðslum. Við eigum ekki að sætta okkur við það að fólk sé undir svona álagi í svona langa tíma. Þannig að það líka orðið mjög aðkallandi að styrkja mannafla í þessum gríðalegu álagsgreinum. Því að annars erum við að stefna í mjög erfiða stöðu hjá fólki sem að vinna mjög vanmetin störfi á þessum undarlegu tímum. Á vinnustöðum og við kjör sem að fólk var að flýja sko áður en þetta ástand kom. Þannig að það eiginlega órökrétt að ætlast til þess að það haldist með óbreytt kjör með mun meira álag á eftir. Og líka ég má aðeins benda á að þetta eru náttúrulega stéttina sem að Drífa að tala Þetta eru hinar svokölluðu kvennastéttir. Kvennastéttirnar sem að hafa verið undir álagi fyrir COVID vegna vinnuálags og vegna baráttu sinna fyrir launahækkunum. Það eru þær stéttir sem að verða líka kennarastéttirnar, grunnskólakennarar, leikskólakennarar, heilbrigðisstarfsfólk og svo framvegis sem að verða fyrir, segi ég, af því við erum að verða fyrir þessum faraldri og þurfum að glíma við hann, fyrir þessu aukna álagi. Þannig að ég bara langar aðeins að grípa þennan bolta á lofti bara og benda á það að þetta eru kvennastéttir sem að hafa þurft heldur betur að vera í fara með sín launamál fyrir gerðardóm og svo framvegis undanfarin ár, sem það hefur verið óboðlegt.
En mér langar líka aðeins ef ég má, benda líka á annan hóp sem að mér finnst líka orðið svolítið að því að Drífa er að tala atvinnusköpun og bara svolítið skemmtilegis umræða varðandi og áhugaverð og einmitt tilefni fyrir okkur að taka það upp á þinginu að varðandi atvinnusköpun fólks að erlendum uppruna til að stofna sín eigin fyrirtæki. En varðandi atvinnusköpun þá þarf hún að vera fjölbreytt, en það líka hópur sem að hefur verið mjög hár þegar kemur að atvinnuleysi og það er háskólamenntað fólk. Og það eins og við höfum alltaf ætlað að mennta alla út úr bæði kreppunni síðast og svo ætlum við að mennta alla út úr kreppunni núna, en það er ekkert búið til neitt sem býður alls þess að mennta fólks hvað það sín að gera. Því atvinnustefna og menntastefna þurfa að tala í takt og það þarf að vera eitthvað sem býður síðan alls þessa hóps sem að mennta sig með þá von í brjósti að geta þá átt meiri möguleika á vinnumarkaði. En þegar við erum ekki búið til störf og erum ekki verið að stefnu og sín þegar kemur atvinnustefnu og atvinnusköpun, að þá bara sýnir það sig að þá er ekki búið til nægilega mikið af góðum störfum líka fyrir fólk sem hefur verið að mennta sig meira síðustu árin. Það held ég líka að okkur skortir svolítið upp á, eða svolítið mikið upp á. En ég veit ekki hvort að Sonja hafi sér sammála með þetta, en mér finnst þetta allavega punktur sem að ég hef aðeins verið að tala inn á þingi, varandi það sem á sín að grípa fólki sem á að mennta sig síðan út úr kreppunni. Þetta heyrið í mig núna? Já. Þetta einmitt hluti af því sem við höfum verið að benda á, að þetta hafi verið úrræði sem var gripið til í síðustu kreppu og það er auðvitað rosalega mikilvægt að halda fólki í virkni, að það sé ekki að gera ekki neitt. En á mótið mitt kemur að það er ákveðin vænting sem fylgir því að fara í gegnum háskólanám og margir einhvern veginn að læra upp á nýtt eftir langan tíma og svo framvegis og svo tekur ekkert við og það hefur líka áhrif á sjálfið. Og þannig að við höfum líka bent á það núna að það megir ekki fara aftur og endurtaka þau mistök. Það hefur engin neitt við 5-6 háskólagráður að gera ef það er engin vinnumarkað sem tekur við þeim. Og liður í því sem við höfum líka verið að benda á, svo ég segi alltaf að tala einhver lönd sem eru búin að finna upp hjólið undan okkur, er að til dæmis á Norðurlöndunum að þá er bara svona samantekt, svona opinber samantekt yfir það raunverulega hvaða störf, þegar fólk er búið að klára nám eftir ákveðin ár, 3 eða 5 ár eða hvað það er og líka í inngreinunum, hvaða störf getur þá tekið við og hver atvinnutækifærin eru. Og ef það er bara fullmettað þá þetta hefur það áhrif á valið hjá fólki. Og við erum lengi búin að tala um þetta, þessi allt og mikið af lögfræðingum og viðskiptafræðingum og þá þarf einhvern veginn að fara, það þarf að fara að greina þetta fyrir alvöru til þess að meta það, hvað er það sem mun taka við þér þegar þú ert að eyða tíma og fjármunum í að fara í námið. En fyrir utan það þurfum líka aðeins að fara að breikka sjóndeildarhringinn. Það er ekki bara háskólanám sem að vantar bæði á vinnumarkaði en líka bara gerir fólki gott að læra. Þannig að við þurfum að breikka þessu umræðu. Og ég bæta þarna aðeins inn vegna þess að menntunin, það er bara þannig að menntunin styrkir stöðu fólksins og það mér sem verið mælt að hvert ár í framhaldsskóla eykur þann hagvöxt sem að hver einstaklingur veitir samfélaginu 7%. Þannig að þegar þú komin með menntunina þó þú fáir ekki vinnu sem lögfræðingur að þá ertu samt í betri færum til þess að leita þá á önnur mið og nýta að einhver leiti þá menntun sem þú hefur aflaðir. En við þurfum auðvitað að gera þetta en við þurfum líka að mæta þeim bráða vanda. Við erum að tryggja efnahag fólksins og við erum að taka á þeim efnahagsvanda sem blasir við heimilunum. Og við erum búin að vera að tala um þetta í þinginu og auðvitað skiptir máli að það sé á þingi stjórnmálaflokkur sem að tala máli launamanna og ég veit að það frumvörpin sem við höfum verið að leggja fram eru algjörlega í stíl við það sem ASÍ hefur verið að halda fram og eins BSRB og fleiri í verkalýðshreyfingunni. En við tölum það strax í vor og lögðum fram tillögur það hvernig þyrfti að hækka atvinnuleysisbæturnar, lengja tímabilið og allt þetta sem við höfum verið að tala um hér. Og það var allt saman umsömulegt fellt. Við gerðum þetta saman núna á Stubbnum og kölluðum eftir því að það yrði að þeir 12.000 sem voru í ágúst komin á grunn atvinnuleysisbætur,
þurft að framfleyta sér á 289.000 krónur rúmum á mánuði, að þeir eru ekki skilin eftir. Þegar þetta eina úrræði sem stjórnvöld fór í, eða ríkisstjórnin fór í, að lengja tekjutengda tímabili sem var ágætt, en það auðvitað átti ekki að skilja 12.000 manns eftir sem lengst höfðu verið atvinnulaus og í allra verstu stöðunni. En það var nú samt gert. Svo segir Drífa mér hér fyrir þáttinn að það sé á leiðinni frumvarp sem hafi farið í gegnum ríkisstjórnina, sem mér finnst sýna svolítið hvernig pólitíkin á Íslandi. Vegna þess að ég mælti fyrir frumvarpi nákvæmlega öll þessi atriði, lengingu tímabilsins, að grípa þau allir fengju 6 mánaða tekjutengt tímabil, hlutabótaleiðina, og hún yrði framlengt fram að næsta ár, og líka gert ráð fyrir að 25% stöðugildi væri þar inni, sem var nú breyting, ekki bara 50% eins og nú og svo framvegis. Þetta frumvarp inni í velferðarnefnd til vinnslu. Ríkisstjórnin getur ekki, þetta svo léleg pólitík, hún þarf að koma með sitt eigið frumvarp, mörgum mánuðum seinna, en getur ekki afgreitt bara frumvarp sem komið inn í velferðarnefnd og hægt að afgreiða 1, 2 og 3. Mér finnst þetta svo hallaræsleg pólitík. Efnislega nákvæmlega. Já, eftir því sem Drífa segir. Ég náttúrulega ekki sé frumvarpið, en að lýsingadæma nákvæmlega eins. Þannig að þetta nú stjórnmálabragurinn á Íslandi, hann fer þessa leið, hann ekki að hugsa fólki fyrst, segi ég. Herðu, mér langar svolítið að tala hérna að því að við erum svona bara akkurat á þessum tímapunkti sem við erum, og það mikið að fólki atvinnulaust, það hefur komið fram hugmyndir hvernig mætti leysa það meðal annars með því að hjálpa hinir atvinnulausu búi sjálfir til störf, sem alltof vanmetið. Það alltaf verið að bíða eftir að fyrirtækin gerir þetta eða verði til einhvern hjá okkur, ég veit ekki hvernig hægri menn sjá þetta, þessu frumkvöðlar sem að búi til störfin, en það náttúrulega atvinnulausu sem eru kannski líklegasti til þess að búa sér til störf, og maður sér ekki svona sé verið að ýta undir það aðstöðu. En það eitt sem ég tekið eftir í umræðunni, að þegar það verið að ræða að hver eigi að búa til störf, þá hefur maður heyrt að bæði hjá Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra og núna hjá Halldóri Benjamín, framkvæmdastjóra SA, sem að segja að það ljóst að áfallið hefur orðið í einkageiranum, og þess vegna væri það rangt að fara að búa til störf hjá hinu opinbera, því að það myndi skekkja hlutfallið, eins og kannski þeir sem atvinnulausi væri ekki bara alveg til í að fá vinnu hjá hitaveitunni sem svona opinbert fyrirtæki, eða rafmagnsveitunum, eða Landsvirkjun, eða við opinbera getur verið hvað sem getur verið í atvinnustarfsemi, og það er alveg ljóst að einkageirinn hann liggur flatur og hann ekki líklegur til þess að fara að búa til störf í bráð. Þessi fyrirstaða það að sveitarfélög og ríkið búi til störf, og ríkið hvað sem að borga fólki laun, borga fólki atvinnuleysisbætur. Hjördís, má ég byrja á þér að spyrja þessu? Þessi fyrirstaða að það sem fólk var atvinnulaust í einkageiranum, að þá verður við að geyma það, þangað til að einkageirinn jafna sig, og þá getur að fara aftur heim til einkageirans, því annars missum við einhverju vígstöðu á milli skiptingar og opinbera geirans og einkageirans, eða ég svona að reyna að endursegja hvað þessir menn hafa verið að segja. Þessi hugmynd, getur hún ekki verið hættulega að við erum bara í einhverju biðstöðu þangað til einkafyrirtækjunum að jafna sig, á meðan að ríkið raunverulega að borga fólki atvinnuleysisbætur sem raunverulega laun, og gæti raunverulega bara búið til það sem við teljum okkur þurfa, að leggja veg þarna eða bæta við þjónustu við aldraða þarna, minnka vinnuálag í heilbrigðiskerfinu eða hjá leikskólanum eða hvað sem Jú, þetta mjög undarlegt sjónarmið og ég held að þeir einstaklingar sem eru atvinnulausir séu meira heldur en tilbúin til að skipta starfsvettvang, og það þetta ekki þannig en þó að Halldór Benjamín haldi fram að fyrirtækin eigi þetta fólk. Þessir aðilar hafa vist sín störf og eru atvinnulausir, og þeir auðvitað kannski mér finnst mjög líklegt þessi tilbúinir að fara í önnur störf, eða bara þau störf sem býðst, og þetta hlutfall endilega á milli, ég bara ekki alveg að fatta hvað átt við. En að mér langar aðeins að koma að því sem verið að ræða áðan í sambandi við stefnu stjórnvalda í menntamálum
og sú stefna næru auðvitað marga áratugi aftur í tíman að það hefur auðvitað ekki verið lögð mikil áhersla á starfsnám og iðnnám hér á landi og það svona ákveð stefnuleysi finnst mér í málaflokki í sambandi við menntun og mörg þessi iðnaðarstörf og þessi okkur sárvantar fólk í þau störf og höfum auðvitað á undanförnum árum sótt það starfsfólk til annarra landa en þekkingin kannski ekki mikil orðin hér á landi. En varðandi spurninguna þá finnst mér þetta bara ótrúlegt sjónarmið sko. Hjördís, má ég aðeins skjóta inn því ég nefndi nú Bjarna og Halldór Benjamín að stefnan í iðnnáminu svona síðustu 15 árin var að einkavæða iðnnámið. Það var iðnskólinn í Reykjavík og fleira var sett undir tækniskólann sem að rann inn í skóla sem að forystusveit atvinnulífsins hefur stýrt. Þannig að þetta trúin var sú að með því að setja þetta nær atvinnulífinu þá myndum við leysa þetta. En niðurstaðan hefur eiginlega verið þveröfugt að iðnnám og starfsnám hefur förnað undir þessu fyrirkomulagi. Ég ætla bara að því að þau voru nefndir hérna. En ég greið fram með fyrir þú ætlar að... Já, ég auðvitað búin að gleyma því. En allt í lagi með það. Þú ætlar ekki áherslu á starfsnám? Já, ég var að leggja áherslu á starfsnám, en varðandi þessa skiptingu milli opinbera geirans og einkageirans, ég hef aldrei séð neinar áætlanir að hún eigi að vera svona eða hinsegin, hún náttúrulega bara eins og þörfinni hverju sinni. Má ég spyrja, af því að það nú þekkt meðal landsmanna, það eru allavega 2 sem voru í VG, Drífa og Rósa. Þarna kannski komið svona ágallin við ríkisstjórnina að þú annars vegar með Sjálfstæðisflokkinn sem að vill ómúlega fjölga opinberum störfum og VG sem að gæti mögulega lagt það til að það verður eiginlega svona niðurstaðan að það hvorugt gert einhvern veginn, að við lendum í svona það sem að annar flokkun hefur alltaf neitunarvald á hinn. Fattuðu, já. Ég má aðeins Drífa að þessi orð sem að þú varst að vitna til Gunnar Smári bera vitni afdankaða hugmyndafræði það að hið opinbera eiga ekki að stíga inn í til þess að búa til störf, menn þetta án gríns, þetta súrgömul hugmyndafræði sem að málsgögn hægri manna eru löngu búin að henda út af borðinu, meira að segja. En það virðist ekki vera svo að hvorki SA eða Sjálfstæðisflokkurinn hafi lesið það, þannig að það ennþá verið að tala þessa klísju, þessa gömlu klísju það að þau opinbera ekki að stíga inn í. Menna bæði hagfræðikenningar og reynslu okkar að fyrirverandi kreppum sýna það að hið opinbera verður og á að stíga inn í vegna þess að atvinnukrísa, hún verður félagsleg krísa sem að, það er eitthvað sem við vitum öll sem höfum kynnt okkur sögu efnahagsþrenginga. En afhjúpar þetta veikleika ríkisstjórnar? Ég tekki kannski aðeins þennan bolta svona undirliggjandi í þessari hugmyndafræði líka helsti ótti atvinnurekanda hafa ekki aðgang á nógu ódýru vinnuafli hverju sinni. Að vera ekki með lagera fólki sem hægt að sjanghæja vinnu vegna neyðar og það leiðir okkur að öðru viðhorfi sem mjög undarlegt og það að fólk vilji ekki vinna og það djúpstæður ótti fjármálaráðherra að fólk hafi gott atvinnuleysisbátum og vilji þess vegna ekki vinna. Ég hef viljað nálgast það með öðrum hætti. Ég hef viljað nálgast það með þeim hætti að fólk vill gjarna vinna. Fólk vill vera í heilbrigðu og góðu vinnuumhverfi. Það vill geta séð fyrir sig, það vill geta lagt hönd á plóg og verða að gagni. Það nú bara eitthvað svona sem innbyggt í okkur. En og ég held að það sé bara afskaplega hollt að atvinnurekendur þurfa að hafa svolítið fyrir því að búa til sæmilegt vinnuumhverfi fyrir fólk til að vinna í. Þannig að þetta svona kristallar svona viðhorti fólks og svona grundvallar hugmynda ágreining það hvernig atvinnulífi við ætlum að hafa, á það að vera fyrir atvinnurekendur eða á það að vera fyrir okkur öll.
Fyrir utan náttúrulega þennan hugsunarhátt að sé atvinnulífið, það er að segja almenni markaðar sem skapi verðmætin og þess vegna eigin hið opinbera og geti þá stjórnað öllu sem gerist þar, sem náttúrulega hluti af þessari risaðilu hugsun. Já, og líka svo atvinnulífið, fyrir ekki að svo ég grípi aftur fram í, líka það sem kemur fram í stefnu SA núna, þannig að þeir eru að greina frá því hvað einkamarkaðurinn greiði mikið í skatta. Þar telja þeir inn skattana sem launafólk þeirra eða starfsfólk þeirra greiðir í ríkissjóð. Þannig að þeir eru að eigna sér framlag launafólks á Íslandi. Þannig að það er svona kristallar hugsunna þarna. Að við eigum þetta og við eigum meira sér launafólki með húðu og hár og þeirra framlag er okkar framlag. En að þú varst að spyrja aðeins pólitíkina Gunnar Smári og kannski þessa mismunandi hugmyndafræði, þá kannski best að svara þannig að það segir bara sitt að hugmyndafræði fjármálaráðherra, þessi afdankaða hugmyndafræði, hún er ofan á. Hún er ofan á bæði út á við og þá spyrir maður, þá er hún þá líka ofan að vinna við. En ég meina meðan við heyrum ekki neitt annað, þá hlýtur þetta að vera þá stefna ríkisstjórnarinnar. Og svo stefna sem að VG. Vera enga framtæki sem er að búa hér til störf og hið opinbera ekki að vera þar og ég meina það er manni óskiljanleg pólitík ef það er pólitík þar að segja. Oddný, við höfum nefnt nokkur atriði í stefnu ykkar í Samfylkingunni. Það var komið ljós að BSRB til í að taka undir kröfu ykkar að hækka bætur og lægstu laun og tók undir það áður að þið lögðu það fram eiginlega. Það var tekið svo rækilega undir það. Og þú hefur nefnt dæmi það sem að þið, og ég tók eftir í stjórnmálaályktuninni að þá var á 3 stöðum sagt að við tökum undir kröfur verkalýðshreyfingarinnar sem að mér sem svona verkalýðssinna fannst vænt að gamli krattaflokkurinn væri að snúa sér að verkalýðshreyfingunni. Það hefur ekki alltaf verið þannig í sögu Samfylkingarinnar að látið eftir svona forustu í tilteknum málum til verkalýðshreyfingarinnar. En varðandi hlutverk ríkisins í því og sveitarfélag hins opinbera í því að búa til störf. Eru þið með plan það? Hvers konar störf var hægt að setja í gang núna og þegar? Já, það kemur líka fram í ábyrguleiðin okkar sem við erum nýbúin að kynna. Að það eru þetta störf í velferðarþjónustunni og í félagsþjónustunni, í heilbrigðisþjónustunni, í skólunum. Þar er mannekla og við þurfum. Og þar blasir við vandamál. Það blasir til dæmis við vandamál í öldrunarþjónustu. Það þarf bæði að þjónusta aldraða inn á heimilunum þeirra sjálfra og eins á hjúkrunarheimilunum. Svo ég nefni dæmi, við erum með fjársveltar heilbrigðisstofnanir sem að gætu sannarlega bætt þjónustu sína með því að þau fengju meiri pening til þess að ráða inn fólk og svo framvegis og þarna mætum við líka stöðu kvenna og svo ég fari nú aftur yfir á Suðurnesja svæði mitt hér að þá er 4. hver kona í Reykjanesbæ atvinnulaus. En lausnirnar sem að ríkisstjórnin er að bera fram eru held ég megi segja milli 80 og 85% karlastörf og það er ekki bara það að það er þörf fyrir þessa þjónustu heldur er fólk þarna úti sem er tilbúið til að vinna þessu störf og við eigum auðvitað að gera átak í því núna. Og það skiptir máli að hið opinbera komi þarna inn og er að gera það út allan heim sjáum við til. Það er ekki þannig að það sé bara samfylkingafólk sem er að tala fyrir þessu og verkalýðsfólk, heldur er þetta sem á að gera núna í þessari stöðu. En ríkið þarf líka að passa upp á kjör fólksins sem að það heldur utanum eins og lífeyrisþega og það er annar mál sem er forgangsmál okkar inn í þinginu og ég var að skoða það í dag að ef við miðum við janúar 2019 þá hafa lífeyrisgreiðslurnar hækkað 6% ef við horfum bara á grunninn, örorkulífeyri og ellilífeyri hækkað 6% frá 2019 til þá 1. janúar 2021 á meðan að lágmarkstekjutryggingin hefur hækkað 17% og á sama tíma og við sjáum alveg hvert þetta er að leiða okkur. Þannig að þeir sem að þurfa að treysta á greiðslur almannatrygginga, þeir verða alltaf í verri og verri stöðu miðað við fólki sem er á lægstu laununum.
og það verður að breyta þessu og annað, það eru svona viðmiðunartölur sem eru inn í fjárlagafrumvarpinu sem við erum að vinna með núna sem hafa bara staðið í stað eins og frítekjumark launatekna hjá öryrkjum sem var sett 110.000 rétt tæp árið 2010, það er enn sama talan í dag. En ef hann hefði fyllt launavísitölunni þá ætti hann að vera 200.000. Þannig að þetta, með því að halda svona viðmiðum kjörum, þá erum við að rýra kjör fólk sem að þarf sannarlega á þessu að halda. Tökum barnabæturnar núna í fjárlagafrumvarpinu. Það er ekki hreitt við neinum viðmiðum þar. Það er nákvæmlega sama tala og í fyrra sem að þýðir það að það er verið að rýra kjör barnafólks sem að fær barnabætur og það er nú ekki stór hluti af barnafjölskyldum því að þegar þú ert komin í meðaltekjur eða heimilið er í meðaltekjum þá ertu ekki að fá barnabætur og þær byrja að skerðast núna við 325.000 og það verður þannig líka á árinu 2021 þegar lágmarkstekjutryggingin verður 351.000. Þannig að með aðgerðum sínum og aðgerðaleysi er ríkisstjórnin að halda fólki í fátæktargildru. Og það verður að, og núna er þetta orðið svo stórt bil að það verður svo að Bjarni Ben segir bara í ræðustofu Alþingis hver á að borga, það verður þá allavega að setja upp ykkur skref til þess að mæta þessu, því ef við höldum svona áfram, þá erum við bara að skrúa fólk niður í fátæktargildru og heimta það að þau treysti á hjálparstarfsemi til þess að fá salt í grautinn og það er skammalegt fyrir íslenskt samfélag sem er ríkt. Það er auðvitað ekki markmið, það er ekki markmið hjá okkur þegar við erum að semja kjarabætur að það sé til þess eins að ríki geti sparað út á það. Það er ekki tilgangurinn. Bara í framhaldi af því sem Oddný var að segja. Fyrirgefðu. En því að hún nefnir ákveðna nokkra hluti eins og barnabætur, atvinnuleysisbætur, eftirlaun, örorkubætur. Þetta er mikið til afrakstur af verkalýðsbaráttu síðustu aldar sem að verkalýðshreyfingin barðist fyrir að búa til réttlátara samfélag og eins og hún lýsir þessu þá hefur þetta verið að hrörna á undanförnum árum og þegar við mætum frammi fyrir kreppu sem við vitum að bitnar harðast á þeim sem að standa verst að þá er ekki gripið til aðgerða til þess að laga þetta. Er það hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að venda þessa þætti sem að verkalýðsbarátta síðustu aldar skilaði af sér? Þarna þarf að vera samstarf verkalýðsbaráttunnar og verkalýðsfélagana sem að náttúrulega koma auga á vandann og svo stjórnmálana til þess að það verður að vera flokkur á þingi sem hefur sterkar rödd eins og jafnaðarmenn hafa haft náttúrulega mjög sterkar rödd en við þurfum að gera hana sterkari til þess að gæta að þessum kerfum. Almannatryggingakerfið jafnaðarmenn hafa náttúrulega barist fyrir því alla tíð á þingi og við eigum auðvitað að líta á það sem okkar hlutverk að sjá til þess að það sé ekki eyðilagt og að það sé til meira gagns fyrir fólki sem á því að halda núna á þessum tímum. Þannig að mér finnst það á klárlega að vera okkar hlutverk og við munum fara í það mál. Ég ætla að spyrja Hjördísi hvort það væri hlutverk verkalýðshreyfingarinnar því að almannatryggingakerfið var sett á fyrir tilstuðlan verkalýðshreyfingarinnar og Alþýðuflokksins á meðan þetta var sama kennitala eins og sagtir í dag, þetta var eiginlega sama félagið. Hjördís, er þetta hlutverk verkalýðshreyfingarinnar í dag að venda þennan árangur 2000-aldarinnar sem var afrakstur verkalýðshreyfingar fyrri kynslóða? Já, það hefur alltaf verið hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að verja velferðarkerfið og það var auðvitað afrakstur baráttu launafólks hér á árum áður að koma þessum kerfum öllum á og það erum við ennþá að reyna að bæta þau og það verður alltaf okkar hlutverk að verja þessi kerfi og það er bara þannig að í mínum huga að misvitri stjórnmálamenn hafa náttúrulega í gegnum tíðina stórskaða þessi kerfi og þá er ég auðvitað að tala þessar gríðarlegu tekjutengingar og það festa eins og kom fram áðan að festa þessi frítekjumörk í einhver staðar og þau eru sett á einhverja tölu og svo bara hangaðu þar áratugum saman og þetta er náttúrulega bara ekkert annað en það er verið að
taka til sín, ríkið hann að taka til sín kjarabætur sem að fólk á að njóta og það bara að því að hann var að tala kreppun áðan að það þetta kreppan hún bitnar hendi fyrst og fremst á þeim sem eru á þessari lágmarksframfærslu sama hvað hún heitir, hvort að það eru atvinnulausir eða þeir sem eru á lífeyri eða þeir sem eru á lægstum launum því að við erum að sjá hér að krónan að gefa eftir og það þýðir auðvitað sjálfkrafa að innflutt matvara hækkar og svo eigum við auðvitað eftir að sjá hvað sveitarfélögin ætla sér að gera næstu áramót að nú einhver þeirra búin að boða hækkanir þannig að það nú ekki til þess að auðvelda fólki stöðuna. Svona, má ég spyrja hlutverk verkalýðshreyfingarinnar í að verja þessi kerfi að sumuleyti velferðarkerfið 20. aldar afrakstur af verkalýðsbaráttu fyrir kynslóða? Það ykkar hlutverk að verja þetta eða ég veit að Oddný langar til þess að verja þetta einin á þingi það hlutverk ykkar til þess að þetta ykkar sköpunarverk? Þó við séum aðeins búin að vera að grínast að þá náttúrulega það samstæðan sem mikilvæg að það séu fleiri en ein rödd að tjá sig sömu málefni. Það einhvern veginn búið að vera þannig að undanförnu að svona með stöðu áminning það hvað mikilvægt að þekkja söguna og þegar við erum til dæmis að tala núna atvinnuleysistryggingarnar þá veit ég að ASÍ og allavega BSRB að styrkja kvikmynd sem að fjallar hvernig atvinnuleysistryggingu var náð með verkfalli ASÍ-félaga og þú veist það mikilvægt að fólk átti sig að þetta ekki sjálfgefið því ég líka svona óttast að örlítið að þeir sem koma nýir inn og telja þetta allt saman að vera sjálfgefið og þurfu jafnvel ekki að því að halda eða geta einhvern veginn verið einherrar að það þarf að þekkja þetta og svo þetta koma aðrir sem eru bara aðhyllast allt aðra hugmyndafræði heldur en við sem erum að stuðla í jöfnuði og þá þarf að berjast gegn því og þetta stöðu barátta. Ég ekki viss að átti sig allir á því að því hún kannski ekki alltaf hávær eða í fjölmiðlum en það að standa vörð öll þessi kerfi og stuðla framþróun þeirra ótrúlega vinna þar að baki. Drífa, ekki alltaf hávær, þetta ekki svo bara það sem ætti að vera háværust að verja og halda áfram að byggja upp samfélagi þannig að það sjóni vonum, væntingum og hagsmunum alþjóðunnar? Jú, algjörlega. Ég enda verið mjög upptekin af því við höfum náttúrulega verið í góðu samtali og samstarfi við Öryrkjabandalagið og Öryrkjabandalagið má eiga mjög mikið hrós skili fyrir að hafa verið mjög dugleg í baráttunni og líka halda okkur við efnið og við höfum svona viljað taka undir þeirra kröfur fyrst og fremst en við Þuríður hjá Öryrkjabandalaginu höfum oft talað þetta hvað skilin á milli þess að vera innan eða utan vinnumarkaðar eru brútal, hvað þetta eru háir þröskuldar og það kemur til þess að fólki haldið í fátæktargildru sem öryrkjar og síðan ef það að reyna sig á vinnumarkaðin eitthvað smá að þá hefnist þeim mjög brútal fyrir það ef að það gengur ekki upp. Þannig að mér alltaf fundist að vera og ég var nú einhvern tíðan sló niður þeirri hugmynd í hausinn á mér hvort við ættum að vera með svona skerðingarlaust ár, svona eins og skattlaus árið einhvern tímann. Af því að ég alveg viss að öryrkjum myndi fækka við það. Þú veist, fólk fær þá svigrúm til þess að láta á það reyna hvaða störf þau geta sinnt, hvað þau geta verið í miklu hlutastarfi og svo framvegis. En það einhvern veginn, það aftur þetta viðhorf að ef að fólki ekki haldið við hungurmörk þá sé ekki hvati til þess að fara að vinna. Það svo röng nálgun, og ofboðslega röng nálgun, af því að fólk vill vinna, fólk vill hafa eitthvað svona stærra samhengi til að lifa og hrærast í. Þannig að ég staldra alltaf við það, hvað þetta eru óboðleg og ómannúðleg mörk og þröskuldar á milli vinnumarkaðar og ekki vinnumarkaðar, hvað vinnumarkaðurinn harður húsbóndi, gefur lítið svigrúm fyrir fjölbreytileika, og sem það fólk með skerta starfsgetu eða hvað það og ég alveg viss að það væri samfélaginu öllu til hagsbóta ef við myndum reyna að lækka þessa þröskulda og þá kemur til tekjutengingarinnar strax. Af því að hún í sjálfu sér fátæktargildra. Hún í sjálfu sér gerir fólk veikara,
heldur að þarf að vera þegar það finnur ekki til þess að það hafi aðgengi að vinnumarkaðnum með þeirri getu sem það þó hefur. Þessar tekjutengingar bæði í gegnum skattkerfið og svo í gegnum bætur, lífeyrisgreiðslur, eftirlaun og örorkubætur, að þetta sköpunarverk nýfrjálsíkjutímans. Fyrir þann tíma þá var hugmyndir svona almannatryggingar þar sem var svona ein greiðsla fyrir ef þú varst gamall eða ef þú varst öryrki, en síðan kemur svona hugmyndir það að við fáum endurspeglun af því launum sem við höfðum, að við höfum að framlengja stéttamunin sem var á vinnumarkaði yfir í eftirlaunaaldurinn eða inn í örorkuna, og svo það líka hinum megin að húsnæðisbætur, barnabætur og eitthvað fleira, þær skerðast mjög fljótt, þannig að svona efri hluti millistéttar hægt að fá hana og styður ekki við kerfið lengur og gerir það kannski svona óvinsælla og síður almennara. Ættu við að fara, þegar við erum að tala svona sögulega, því að Sonja nefndi það, að þekkja söguna, ættu við kannski að fara aftur í söguna og fara að hafa svona skilyrðisleysari kröfur almannatryggingar, minnka þessar skerðingar, hafna þeim? Já, svona grunnurinn í rauninni framfærslutrygging, maður endar þar, að fólki sé tryggð ákveðin framfærsla, sama hvaðan peningarnir koma í sjálfu sér. Og þá eru komin svolítið nálægt að það við borgarlaun sem samt ekki alveg það sama heldur ef við myndum nálgast þessi framfærslutryggingu, þá myndum við segja það á enginn að vera með lægra en þetta, hvort sem það örorkubætur eða hvort það launatekkin eða hvort það eitthvað annað atvinnuleysisbætur. Þannig að og það náttúrulega grunnhugmyndin sem var lögð upp með á sínu tíma. Að sjálfsögðu. Þannig að það alveg, já, til að svara spurninguðinni, já, við að fara aftur í gamla tíman og það ekki að þeim hugmyndum og þeirri grunnhugmyndafræði sem okkar kerfi eru byggð upp á. Rósa, má ég enda því að mér langar að spyrja þú horfir á Þingvöllurinn, þú náttúrulega á tímamótum, farin út úr þínum gamla flokki og hlýtur að horfa aðeins fram á veturinn. Hvað munu átökin í stjórnmálunum snúast í vetur? Verður það sömuleitt það sem við kannski verið að tala hér, ætlum við að framlengja tímabil nýfrjálsíkjunnar áfram undir tryggri handleiðslu Bjarna Benediktssonar og Halldórs Benjamíns, eða tekst okkur að byggja upp einhverja svona samstöðum að beygja? Stóra verkefni stjórnmálana náttúrulega COVID og efnahagsviðbrögðin sem snúast náttúrulega líka samfélagsleg viðbrögð og að forða fólki frá því að lenda í fátæktargildru eins og við vorum að ræða hérna áðan. Ég meina það búið að vara á alþjóðavettvangi og svo hefur við líka séð það hér heima að ójöfnuður hefur verið að aukast í íslensku samfélagi undanfarin ár fyrir COVID og COVID eigur þessa hættu. Síðan erum við náttúrulega með kosningavetur, þannig að þetta verður svolítið áhugaverð blanda og þetta verður áhugaverð stjórnmál. Ég geti haldið hérna langa ræðu hvernig þingið verður, en það náttúrulega líka áhugavert að sjá hvaða í pólitíkinni hérna á Íslandi, hvað flokkar það eru sem eru kannski að nálgast hvort annað. Allavega hefur mér fundist það núna í haust að það eru allavega tveir stjórnmálaflokkar sem hafa verið að nudda svolítið þétt öxlum saman, sem Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Þetta verður mjög áhugaverður vetur, út frá pólitíkinni og svo líka út frá COVID og hvernig þessi samfélagslegu áhrif COVID bæði á atvinnu, þátttöku og svo félagsleg áhrif. Þetta verður gríðarlega krefjandi og strembinn vetur, en leið líka áhugaverður fyrir út frá pólitíkinni, Það var líka mjög áhugaverður. En mér finnst líka, ef ég má bara aðeins bæta inn í þessu umræðu áðan varðandi þessa sára fátækt og man ekki hvort á Rodni eða Drífa sem nefndu barnafjölskyldur og börn. Við erum líka að sjá það gerast núna með mjög hröðum hætti
að tilkynningar til barnaverndarnefnda allt land að aukast mjög. Þannig að vandinn mjög hraður, djúpur og mikill fyrir ákveðna hópa samfélagsins og það þýðir að við sem höfum til þess aðstæðu þurfum að beita okkur mjög fyrir því að þessir hópar lendi ekki út á jaðrinum ennþá meira og í ennþá dýpri fátæktargildru því að það tekur okkur mörg ár ef ekki áratugi að vinda ofan af því. Og það okkar helsta verkefni myndi ég segja í okkar glímu við áhrif COVID svona bæði efnahagslega og félagslega. Þetta það fólk sem stendur verst og þarf helst á hjálp að halda og það til þess að bæta samfélagið oft gott að hafa þessa viðmið að byrja á að laga stöðu þeirra fyrst. Þú sagði að það áhugaverður vetur og ástæðan fyrir því að við höldum úti þessu samtali hérna á Rauðaborðið að við viljum að áhugaverða tíma. Við erum alltaf að reyna að skilja þá og ég þakka ykkur fyrir að koma að borðinu í kvöld og hjálpa okkur til þess. Hjördís Þóra, Drífa, Sonja, Oddný og Rósa Björk. Ég þakka hlustendur fyrir að staldra hérna við hjá okkur. Dagskrá samstöðurinnar heldur áfram á morgun að þá meðal annars öryrkjaráðið klukkan 3 og svo verður Rauðaborðið hérna aftur og þá ætlum við að fara út á land og ræða landbúnað. Á fimmtudaginn verður svo þjóðhagsráðið hérna og mun kryfja efnahagsástandið og þau eru svo góð í því að flytja okkur fréttir á því hvernig aðrar þjóðir bregðast við svipuðum vanda og við erum með, þannig að það eiginlega nauðsynlegt fyrir þá sem ætla að fylgjast með í stjórnmálum og í efnahagsmálum að hlusta á þjóðhagsráðið hérna við Rauðaborðið. En ég þakka fyrir í kvöld og bið að heilsa. Takk.